Þetta bara soundcheck sko, þú takk alltaf mig núna. Halló allir! Hvernig stemningin? Vá! Þetta geðveikt. Gaman að sjá ykkur, svona mörg. Klappið fyrir sjálfum ykkur. Vá! Þetta geggjað. Gaman að sjá ykkur, gaman að heyra stemninguna. Þvílík orka hérna í kvöld. Og ég er bara rosalega ánægður að ég er búinn að vera í smá stresskasti hérna fyrir aftan. Af því að móðir mín hringdi í mig í stresskasti og þá komum mér í stresskast af því að ég svara ekki símanum á hann, ég var hérna, þú veist, það var bara tækniæfing og eitthvað og hún var að reyna að ná í mig og ég svara ekki símanum, svo loksins hringi ég tilbaka og hún eitthvað, ég held þú verið dauður. Ég bara svara ekki símanum í hálftíma og hún eitthvað, já, ég held þú verið dauður einhvers staðar út í skurði. Ég er alltaf dauður út í skurði. Það sama, bara ef ég svara ekki símanum þá er mamma, hann er dauður út í skurði. Og ég bara, mamma, hversu marga þekkir þú sem hafa dáið í skurði? Ég held ég hef ekki svo séð skurð hérna í Reykjavík, ég veit það ekki. Hún er eitthvað, ég bara sá fyrir mig, þú varst dauður liggjandi í skurði einhvers staðar. Ég bara, þú veist, ég minnst að googla þetta, hversu margir hafa dáið í skurði? Engin, 0 manns. Það er engin dáið í skurði nokkuð tímann. Þú veist, ég er 42 ára gamall og hún er ennþá svona, er þið nokkuð kalt, mundur ekki eftir að vera með trefil? Mamma, þú veist, ef ég glemdi að vera með trefil, þá er það bara on me, skilurðu. Ég er bara orðinn fullorðinn maður og bara, þú veist, bara so sorry, skilur við. Herðu, svo fór ég daginn, datt hún í skurð. Var eitthvað að reyna að komast upp, maður, ef ég væri með trefil, þá gæti ég kannski ekki. Mömmur vitaleg, þú veist, maður á að hlusta á mömmu, skilur við. En þú veist, ég er kvíðasjúklingur, ég er mikill kvíðasjúklingur og ég fæða frá mömmu sko. Ég fæða frá mömmu, hún er eins og segið, hún heldur alltaf í sig dauður út í skurði og bara, þú veist, því ég var unglingur þá var alltaf að koma inn einhverjum svona hugmyndum hjá mér, þú veist, ég var alltaf með húfu, svaf með húfu, ég var ógeðslega kúl. Bara þvílíkur unglingur bara, ég er með húfu. Hún er eitthvað, veistu það, ef þú ert alltaf með svo húfu, þá áttu eftir að vera sköllóttur þegar þú ert tvítugur. Þú ert eftir að vera sköllóttur þegar þú ert tvítugur. Ég eitthvað, mér er bókinn sama maður með einhverjum. Breiðholtið, skilur. Mér er skýt sama, skilur. Og svo, þú veist, ef ég var eitthvað að horfa sjónvarpi og nálægt, hún eitthvað, þú ert eftir að vera blindur. Og ég eitthvað, mér er bókinn sama maður, skilur. Og svo einhvern tíma glemdi ég að busta í mig tennurnar fyrir svefnin, hún eitthvað, þú ert eftir, veistu það, ef þú gleymir að busta í tennurnar, þá verður þú tannlaus þegar þú tvítugur. Þú verður tannlaus, ég eitthvað, mér er fokkin sama. Svo ég alltaf að braka í puttunum, ég er brakari. Hún eitthvað, veistu það, ef þú heldur þess áfram, þá ert eftir að vera með, þú ert eftir að vera með liðagigt þegar þú verður tvítugur. Ég eitthvað, þetta er alltaf að vera að gerast í við tvítugur. Vitið hvað, ég var stressaður daginn fyrir tvítugsafmælið mitt. Ég bara á morgun vaknaði, ég er bara sköllóttur með liðagigt, tannlaus og blindur. Og svo ég var að gretta með eitthvað, hún eitthvað, þú ert eftir að festa svona, þú verður festu svona, eitthvað, svo verður tvítugur, ég eitthvað. Svo bara, þú veist, á tvítugsafmælið mínu, þá mamma eitthvað, til hamingju afmælið, komdu fram, ég eitthvað, nei, farðu burt. Hún eitthvað, komdu fram, nei, þú hafði rétt til mér. Þannig alltaf hlusta á mömmu sína, En ég fór með þessa sýningu á smá flakk og ég var með hana brandara að deyja í skurði þarna og ég fór norður og var að skemmta með félagum mínum. Einn á norðan, geggja. Ekki alltaf gott veður? Já. Það er Akureyrarveikin. Það er alltaf gott veður á Akureyri. Hvar? Fyrir ofan skýin. Já, við vorum fyrir norðan og hann eitthvað, þú getur ekki sagt innan skurðabrandara það sem ég var heima á Hauganesi. Ég eitthvað. Hauganes, hann eitthvað, já, ég fór á Hauganes, ég eitthvað, það veit enginn hvar Hauganes er það til í alvörunni?
Hann eitthvað, já, en þessi brandari virkar ekki þar. Ég sagði, nú af hverju? Hafa 2 dáið í skurði á Hauganesi. Ég eitthvað, í alvörinu hvenær? Hann eitthvað, 1811 og 1907. Ég svo, þú verðið ennþá að tala um það? Já, það hefur ekki mikið gerst síðan þá. Sko, við vorum að skempa á Dalvík, Akureyri og Sauðárkróki og við erum náttúrulega uppistandar þannig að við eigum engan pening þannig að við fengum að gista hjá mömmu hans. Hún býr ennþá á Hauganesi, þetta er æskuheimilið hans og við vorum að gista hjá mömmu hans til að spara pening, skilur við. Og við förum þarna og hann gera það versta sem hann getur gert fyrir manni sem með kvíða og sérstaklega félagsfælni. Ég þoli ekki svona small talk, ég hef aldrei hitt mömmu hans áður, við förum inn og hann eitthvað, mamma, Þórhallur mamma, svo fór hann bara, ég eitthvað. Og við vorum svona, og hún eitthvað, er þetta fyrsta sinn sem þú kemur á Hauganes? Ég eitthvað, já. Af hverju í andskotunum ætti ég að hafa komið á Hauganes áður? Ég vissi ekki sem þetta var að til, hún eitthvað, já, við erum með 3 götur hérna, ég eitthvað, vá. Í fyrra fengum við heita pott. Ég eitthvað, vá, það er engin svoleiðis í Reykjavík. Heita pottur. Herðu, svo fekk ég að gista í herbygginu hans sem var barnaherbyggið hans í æsku og mamma sem var ekki búin að breyta neitt, það var nákvæmlega eins og hún var í dáin eða eitthvað, skilur. Svona höldum minninguna hans, þú veist, en það var allt bara, þú veist, eins og þegar hann krakki og ég var að fara að gista þar og hann tók mig til hliðar og hann eitthvað, þú ert ekki að fara að runga þér í herbygginu mínu. Þetta er barnaherbyggið mitt og æsku, ég eitthvað, sko, mér datt þetta ekki eins og í hug, fyrir þú sagðir það. Það sem ég lit vaða út allt. Ég gerði í því, ég hef aldrei bara kreitt svona mikið úr mér áður á ævinni. Ég bara yfir alla æskuna hans. Bara Harry Potter sængufötin og hitti beint á örina, þú veist hérna. Saðan að brandara á Sauðárkróki með heita pottinn, það hló enginn. Ég segi, hvað, er það ekki með heita pott hér? Þau eitthvað, nei. Eitthvað, ok. Hefur ykkur dáið skurði hérna? Þau eitthvað, já. En málið er, sko, ég vildi eiginlega ekkert að ræða heita pott af því að ég er með smá svona PTSD út af svona, já, heita potts trauma, basically. Ég veit ekki, þið kannast við það, við eigum öll svona einn vin sem er, þú veist, kannski aðeins eldri en þú, 2 árum eldri en þú, plataði til að drekka í fyrsta skipti, hann er alltaf að plata til að gera eitthvað og eitthvað, þú veist, hann heitir alltaf Gulli. Viltu prófa að vera fullur? Ég eitthvað, já, hann eitthvað, 98% spýri. Og einhvern tímann enda ég sem fór í sumarbústaðaferð með honum og fjölskyldan hans og einhver hluta vegna fór fjölskyldan hans eitthvert og við vorum bara 2 einir og við fyrir eitthvað í heita pottinn og hann er, þú veist, ég er 13 og hann er 15 ára þannig að í mínum huga er hann fullorðinn og hann veit allt um heiminn og lífið og hann er bara, þú veist, þvílíkt gáfaður og ég bara svona hlusta á allt saman segja eitthvað, já, hann var að kenna mér lífið, skilur og svo, þú veist, við erum í heita pottinum og svo er hann að fara upp úr og tekur tappan úr og hann eitthvað, þú veist að sogið það er gott. Ég eitthvað, hvað meinar þau? Hann eitthvað, þetta er bara eins og að fá munnmök frá alvöru konu, sko. Ég eitthvað, hvað? Þú veit ekki bara að planta mig í eitthvað, hann eitthvað, nei, ég er bara að segja, það gera þetta allir. Ég eitthvað, það geta ekkert allir. Hann eitthvað, veistu það, finnstu, bara, þú veist, þetta er mjög eðlilegt. Hæ? Ég er að segja það. Komdu bara með mér í heita pott á eftir. Ég skal sýna þér. Hann sagði, það gerir þetta allir, geggja bara, mjög gott sog, þetta er alveg svo að vera með alvöru mannesku. Ég er ekki heimskur, sko. Hann eitthvað, ok, svo bara fór hann upp úr, fór í sturtu og ég er ekki að fara. Þú veist, ég er
Þú veist, ég er ekki að fara að prófa, þú veist, ég er ekki að fara að prófa þetta. Muni eftir Mission Impossible, þegar hann var hérna. Sko, ok, Sogi var svona hérna. Og hann er ekki svona stór. Já, mun nær. Og það var kalt. Já. Þú veist, ég er ekki alveg að fara að gera það. En þú veist, ég er 13 ára, mjög forvitin. Ég er svo, nei, og svo svona akkurat þegar svona, þá var hann fyrir aftan, ertu í alveg að gera þetta? Þetta var enda mjög gott, hann er ekki í alvörunni. Það var ekki mitt fyrsta þrísom. Þetta er þetta. Það eiga allir svona vin, það er bara þannig. Þú ert þessi vinur, held ég. Já. Maður sér það á sumum bara. Það var engin svona vinkonu. Það var átt svona vin. Það er engin vinkonu, svo, þú fer bara yfir. Þið er ekki svona ruglaður. En já, líf mitt hefur breyst rosalega mikið. Ég er orðinn faðir. Yes. Misti loksins sveindóminn og þetta var svolítið seint. Ég var pabbi 39 ára gamall. Ég hélt svona einhvern veginn þetta væri ekki að fara að gerast hjá mér, skilur. En svo bara, þú veist, Tinder og hugsa okkar, það þarf bara eina mannesku á Tinder og núna skuldaru 20 milljóna. Ein manneski á Tinder segi já og þú skuldar 20 milljóna. Nýr bíll, íbúð og barn. Ein manneskja. Passið ykkur. Swipe. Undirskrift, rafræn undirskrift, lán, já. Tinder er að gefa. En þetta var mjög ólíkt hvernig fjölskyldur okkar tóku þessu þegar við vorum ólétt og hvernig ég segi við, svo ég ger ekki raskat. Ég sagði mömmu þetta, ég sagði, mamma, ég vona barni. Og hún sagði eitthvað, hver svaf hjá þér? Ég veit það ekki, bara fólk gerir mistök og og svo þegar hún var að segja fjölskyldu sinni frá þessu og hún sagði mömmu sinni frá þessu og hún sagði, herði, ég er ólétt. Hún já, og hver er faðirinn? Já, hann heiti Þórhallur. Hvað er son? Þórhallsson? Svona að slata. Já. Hún hló að henni. Hún hló ekki með henni, hún hló að henni. Ég er ekki að ljúga. Hún hló, og svo líka, þegar hún fór í fyrst skipti til læknis og var að, þú veist, fá þetta allt staðfest og það var að skrá allt niður og það er eitthvað, já, nafn, og nafn föðus, Þórhallur. Hvað er son? Þórhallsson? Svona að slata. Hún já. Ljósmóðurinn hlóði henni líka, skilur þau. Ég já, fóru það bara að hlæja? Hún já, vá, þeim finnst ég eitthvað svona fyndin. Hún já. Það var ekki beint þannig hlátur. En ég veit ekki, þú veist, hversu margir eru pappa, hversu margir eiga börn? Yes. Þegar konan eitthvað var ólétt, fannst ykkur þið vera pínulítið gagnslausir? Já, ég bara, þú veist, ég var alltaf, þú stendur vel, hún eitthvað, haltu í kjafti. Ég eitthvað, þú ert rosa flott, hún eitthvað.
Svo fóru allir hormónur í gang og allt eitthvað svona og eitt skipti alltaf ég verið að góða næs og ég fara bara að fara í bakarið og kaupa brauð og eitthvað svona með því. Hún eitthvað, já, geggjaði maður eitthvað og ég fer fyrst eitthvað í Krónuna og ég eitthvað tek bara brauð hér og tek appelsínusafa og eitthvað og svo fer ég í bakarið og kaupa eitthvað kröður í þar. Svo kem ég heim, set Krónubrauð á borðið og hún fór að gráta. Hún tókstu, ég fannst í alveg með Krónubrauð. Ég eitthvað, já, Krónubrauð. Hún eitthvað, þú gæti með Krónubrauð. Ég eitthvað, hvað er Krónubrauð? Hún eitthvað, Krónubrauð. Ég eitthvað, þú færð ekkert Krónubrauð. Ég eitthvað, var ennþá að læra hvernig á að díla við ólíkta konu. Þetta var næstu bara skilnaður á staðnum, sko. Það er ennþá verið að tala um stóra Krónubrauðsmálið. Ég hef ekki farið í Krónuna síðan bara. En svo kom að því að hún fekk svona sérstakt kreyfing og hún vildi allt í einu fá ananaslung. Hún bara, ég vil ananaslung. Bara núna, það var bara eitt kvöld, ananaslung. Ég get að redda því. Ananaslung? Ekki málið. Hvenær sá þið síðast ananaslung? Það er ennþá bara framleiðan, en það bara selur hann enginn. Ég fór í 14 búðir á einu kvöldi. Ég bara eigið ananaslung þegar eitthvað. Ó nei. En eitthvað það er verið að framleiða hann. Já. En þið selja hann ekki? Nei. Akkur ekki. Til að fokki þér. Herðu, loksins fann ég eitt stað í allri Reykjavík sem selur ananaslung. Enn einn Árneshöfða. Og þeir eru bara með allan lagerinn. Það endur með ég eitthvað bara, akkur er þið svona mikið á ananaslung? Verslunarstjórinn sagði mér, kona mín er ólétt. Ég skil. En þetta var, ég var loksins með tilgangi. Ég gæti alltaf komið með ananaslungin bara, hérna, þvílíkt flottur á því. Ég var að gera eitthvað, ég var að gera gagn. Ég var ekki gagnslaus. Herðu, svo var komað að deginum þegar barnið var að koma. Hún var farin að stað og allt og við förum bara, já, let's go. Og við förum hana og hún er bara og ég eitthvað, viltu ananaslung? Hún er eitthvað, þú getur tróðið þessum ananaslung. Þannig að ég gerði það og það var bara eitt sem ég var búinn að læra. Ef að ólétt kona biður að gera eitthvað, gerðu það. Ég eitthvað, er þetta gott fyrir þig, elskan? Hún er ég alveg að fara að spara með þessu? Svo var þetta alltaf að fara í gang og hún var mjög svona þjáð og ég var alltaf bara svona eitthvað. En þú veist, hún vildi hafa þetta, þú veist, náttúrulegt og þú veist, eins og til dæmis, hún vildi ekki vita kynið. Ég vildi vita kynið. Ég verð að vita kynið. Hún nei, ég ætla ekki að vita kynið, þannig að þú veist ekki kynið. Ég verð að vita kynið. Hún ég ætla ekki að vita kynið, þannig að þú færð ekki að vita kynið. Ég vil vita kynið. Hún akkur verður að vita kynið. Ég verð að vita hvort ég á að vera til staðar eða ekki. Þetta er djók. Og svo hún ekki neitt dóp, ekki neitt lífið eða neitt, má ég fá? Og ég var eitthvað svona. En svo byrjaði hún, og það var alltaf verra og hún bara og eitthvað, og svo endaði með að ljósmóðurinn kom hún eitthvað, þú veist, þú getur fengið svona gleðigas, hún kallaði það gleðigas. Og þú getur ráðið sjálf bara svona hversu sterkt þetta er og skammtinn og svona og þetta er alveg hættulaust fyrir barnið og þetta bara lína þjáningarnar þínar. Hún bara, láttu mig að hafa og ég eitthvað, manstu þú sagði það fyrir 9 mánuði? Ekki reyna að vera fyndin upp á fæðingardeild. Það er ekki tíminn til að reyna að vera fyndin. En hún bara sett í botn og bara sofnaði strax. Ég eitthvað, hún er allan ekki þjáð eins og er. En þessi gríma, hún er svona sog, hún var svona súrefni og gas og hún meina svona hálfa yfir andlita á sér og þetta var svona í gangi og ég svona, móðir barnsins míns
Þarna liggur hún svo friðsæl. Og ég ekki hlæja. Vertu fullorðin einu sinni á ævinni. Ekki hlæja, ekki gera grín, út fullorðin. Herðu, svo vaknar hún var reið. Hún var reið. Hún var varstu að syngja? Ég var ég að syngja? Þá var hann að dreyma eitthvað, ég var að syngja, þú veist eitthvað ekki. Hún eitthvað þjáð og ég bara hvað? Kerum þetta í gang. Hún eitthvað, ég sagði, ég var ekki að syngja. Ég er ömurlegur söngvari og ég er ekki bara eitthvað að æfa mig upp á fæðingardeild, skilurðu. Hún eitthvað, ok. Og svo fekk hún, svo byrjaði hann svona. En þá mjög þjáð, sko. Og ég var svona, ekki hlæja. Hún hljómar svo svarthöfði með hríðir. Svarthöfði með hríðir kemur í bíó bráðlega. Litla barnið kom í heiminn. Sonur minn var fæddur. Og þau tók hann svona upp og sagði, sjáðu, sonur þinn. Og ég horfði á hann. Þú vissum þetta er sonur minn. Hún ekki, já, hann er alveg eins og þú. Ég vissi ekki hvað að gera, hvað átti ég að segja við hann, nýfæddur og hann var bara eitthvað. Og ég var bara eitthvað, viltu ananas? En hann vildi það ekki. Þannig ég var svona eitthvað, hæ, ég er pabbið þinn. Ég er pabbið þinn. Ég held að hann skilji ekki íslensku. Hello, I am your daddy. I am your father. Herru, vaknar hún áttur. No, I am your father. Mér brá svo, ég hendi krakkanum í hana. Þau ekki, nei, þú ert eftir að gera því, þú ert eftir að skera á naflastrengin. Ég ekki, já, með hverju? Herðu, zoom, hún var með geislasverð. Zoom, ég ekki, ok. Og í dag var ég mjög fallega litla stelpu. Ég var búinn að fá mig smá gas líka, ég hitt ekki alveg á. Nei. En svo var þetta yndislegt, þú veist, maður var komið smá tilgang, hann barnið var komið og ég gæti hjálpa til og svona. Og sonur minn hann var svolítið svona, hann var svolítið feitur, hann var svolítið mikill sig. Svona, hann var mikla bollukinnar og hann var svona eins og lítill missilingkall, svona alveg bara og maður svona, já, ætlar að gefa hann mjólk, já, ok, og maður svona rúlla hann bara til hennar. Og einhvern veginn þegar börn eru með svona mikla bollukinnar þá finnst einhvern veginn öllum ókunnum líka það verið í lagi að klípa í kinnan á þeim. Maður var eitthvað út að teka, og maður bara, þekki ég þig? Nei, hann er rosalega sætur, gutsi.
og hann er ekki að klípa barnið mitt ókunnuga manneskja í bónu, skilur og svo hérna, þú veist, hann var svo mikið krútt og það var allir að segja, æ, hann er svo sætur, hann er svo mikið krútt og svo var allir að segja, hann litið nákvæmlega út eins og ég og hann er svo sætur, hann er alveg svo þú, hann er alveg svo pabbi sinni ég meina þú veist, ég var farin að vera bara svona, hei, ég er hann er sætur og hann sagði, hann er svo sætur, hann er svo pabbi sinni já, verð ég svona sætur líka þau ekki, nei, sko, þetta andlit passa fyrir unga barn en þetta er ekki alveg að virka á fertuga mann, sko. Svo vorum við hérna, fórum norður, fórum á Akureyri og ég svona satt með hann í kjöltunni og hann var svona svolítið mikið, já. Og það var einhver svona þjónn sem kom svona framhjá, labbaði framhjá okkur, hann var ekki íslenskur. Þjónninn, hann labbaði svona framhjá og hann eitthvað very cute baby, very cute, bambino, cucci, very cute baby thank you svo eftir smástund kom hann aftur og hann eitthvað the baby, very cute baby svo fór hann eitthvað, svo kom hann í þriðja skipti you're a baby such a fat face hann sagði þetta bara ég eitthvað, er verið að fat-shama 3 mánaða barnið mitt? Ég eitthvað, já, þú veist, ok, ég var farin að halda að það væri bara rjómi í brjóstunum á konunum minni og ég hugsa að það er pínu mér að kenna því ég var alltaf hún eitthvað, ertu búin? Hún eitthvað, svo bara kom bara rjómi þannig að það var mér að kenna þetta var Come on, ég var bara fertugur ég bara Svo fyndi hvernig fólk stundum svona, þú veist, þegar konur með barn á brjósti, þú veist, það er ekkert heilagt ég man við vorum út í sveit við vorum vorum á kaffi Langbrók já Fljótshlíðinni, mæli með við vorum þar, mikið þar það er svona heimavöllur og hérna við vorum þar og það voru svona eldri hjón sem sat á móti okkur og konan mér var með barnið á brjósti og þau bara svona voru að fylgjast bara vel með störðu bara svona á brjósti á konunum minni bara og þau voru svona, þú veist, 80 til 90 ára gömul og þau voru svona að horfa á þetta og svo byrjaði kallinn bara að gráta þetta er svo fallegt ég eitthvað, hvað, brjóstið á konunum minni? Já svo stóð konan upp og hún fór alveg upp við bara, hún svona er hann að taka vel í brjóstið? Já, ágætlega, ókunnuga kona sem ég aldrei hitt áður á ævi minni Já, hvernig er hann að naga mikið í gerfustunar? Ertu aum í gerfustunum? Ég veit ekki hvort ég vilji tala þetta við þig. Já, svo eftir svona hálftíma af mjög persónulegum spurningum þá enda með hún sagði, já, ég vann alla mín ævi sem ljósmóðir. Kannski byrja á því. Herði, ég er ljósmóðir, ég er svolítið áhuga á þessu, ég var að vinna við þetta lengi, ekki bara ég er pervert. Hvernig er það að taka í nipluna þér? Herðu, svo settist þau niður, hún settist niður hjá kallinn sínum og hann, þetta er svo fallegt. Svo sagði hann, vitið þið hvað ljósmóðir er á færeysku? Nei, hvað? Kuntukafari. Og ég eitthvað, það er ekki séns að heiti kuntukafari. En sko, ég actually þekki fólk frá Færeyjum, ég færi til Færeyja, og ég sendi, hvað heitir manneskja sem tekur móti barninu? Það er eitthvað, ljósmóðir? Það er sama orðið á íslensku. Það er eitthvað, ok, en kuntukafari er finnara. Og ég meina munið þegar þú var að velja fallegasta orðið í íslensku tungu. Það var allir ljósmóðir. Það er fallegast. Svo í Færeyjum voru þeir, hvað er fallegasta orðið? Kuntukafari. Bara því ég heyrði það fyrir að gráta, Ég vinn sem leiðsögumaður
og ég stundum að fara í mjög langa túra og ég sit bara fremst í rútunni. Ég sit bara og segi eitthvað svona brandara og eitthvað svona staðreyndir Ísland og eitthvað, en stundum ég bara, þú veist, í 15 klukkutíma í rútu og maður bara svona að keyra og maður dettur út og maður fylgist með svona dýrunum hérna, þú veist, maður fylgist með öllum kindunum sem eru bara, þú veist, þetta eru allt saman spýttfíklar. Hafið fylgst með kindum, þar eru bara á nójunni, þar og svo labbar ykkur framjá, þú veist, 12. manneskjan í dag sem þú labbar framjá, þú veist, nú gerist það! Það er eitthvað, hvað? Það er eitthvað bara, þetta búin að gerast á hverjum degi. Það gerist ekki neitt. Og svo ég búin að átta mig á því, læra það hjá mér að ég hata fugla. Ég hafði ekki hugmynd að ég hefði eitthvað sérstaklega skoðan á fuglum. Fuglar. Hvað er yfirleitt sagt um fuglum? Frjáls og fuglinn, þú getur farið út allt. Hvað myndir þú gera ef þú getur valið eitthvað eitt? Ég vildi að ég geti flogið. Ég geti verið frjáls og fuglinn, ég myndi fljúga út allt. En hvað gera fuglar? Þeir alltaf fljúga fyrir bíl. Því allan heiminn þeir eitthvað, akkur er næstu búin að keyra á fugl. Þeir hafi allt plássi í heiminum. Þeir eitthvað, þetta eru hálfvita, hvað er að ykkur? Ég veit ekki hversu oft ég sé líka fugla fljúga á móti vind. Hversu oft hafði ég litið upp og sé bara fugl fastan, hann er bara kjör. Maður svo, farið í hina áttina! Þú átt ekki heima, neinstaðar. Farðu bara, láttu vindinn taka þig þangað. Þetta eru hálfvitar. Svo fer ég að hugsa stundum þú veist, sonur minn, þú veist, hvernig breytti tímar, þú veist, þegar ég var lítill, alltaf leika sem í bíla, þú veist, hann daginn var að leika sem í bíl og hann var svona. Ding, 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 ding. Þetta er bara alltaf rafmagnsbíla, heyrðist ekki raskat í þessu. Ég eitthvað, er gaman? Nei! Ég eitthvað, þú bara algjör ökunýðingur bara. Fór að hugsa þetta orð og fór að hugsa, ég les það sem ég elskaði sér til ennþá, dagbók lögreglunar. Dagbók lögreglunar ennþá til og ég lesi það er svo gaman. Maður getur lesið svo mikla hvað við erum meðvirk sem þjóð. Það, þú veist, á mánudegi, dagbók lögreglunar, þá svona, þú veist, einhverjir voru teknir, ölvaðir undir stýri, búin að keyra fullir. Hvað köllum við þá? Stúta. 3 stútar voru teknir við ölvunarakstur helgina. Eitthvað stútar, þetta er alltaf krúttlegt orð. Stúturinn. Löggan eitthvað, já, skrúa niður, ertu bara þetta? Ertu stútur? Minnsi stútur. Já, þú með stútaði 5 manneskjum á þegar þú keyrðir yfir þau. Stútur. Þegar svo talum við hnífstungu árast, 3 potarar. Poti. Hvað varst að gera? Pot. Ég farinn, stútur. En ég var líka að hugsa, hver sér dagbók lögreglunar? Hugsaðu að fá það staðar, þú búin að hlakka til alla ævi að verða lögreglumaður. Þið kannski svona 3 æskuvinir á Hauganesi og þið svona í heita pottinum. Allar, nei, gera seinna, já. Og
þeir eru svona, já, menn, þið vorum litlir hérna og vorum að hugsa, við ætlum að vera lögreglumenn þegar við vorum stórir. Og nú erum við allir lögreglumenn. Þú veist, hvað er þú? Já, ég umferða löggunni bara í Reykjavík. Já, vá, frábært maður. En þú? Já, ég er varðstjóri á Akureyri. Vá. En þú? Ég sé dagbókina. Ég sé dagbók lögreglunar. Sé fyrir maður upp í rúmi svo eins og táningstelpa. Kæra dagbók. Ég ætla ekki að segja að varðstjóri minn sé bitch, en tónnin sem hann notar. En allavega, 3 stútar helgina og 2 úlingspiltar voru að misnota heita pott. Ég var ofta að hugsa, hver er munurinn að vera ökufantur og ökunýðingur? Og er eitthvað ríkur þar á milli? Það er, þú veist, ég sé fyrir mig, sko, ökufantur, hann er einhvern veginn svona keyrandi utan í alla viljandi. Ökufantur þinn! Ökunýðingur, hann er svona og ykkur rauðu ljósi. Hei! Hvað er að gera? Slá hægt að svona það. Hættu þessu, ökunýðingur. Svo náttúrulega bara ef þú ert nýðingur, sama hvað, þú veist, ökunýðingur og hvað, þá, þú veist, þegar þú deyr, þá hlýtur að fara til helvítis. Nýðingar, þú veist, við höfum alltaf heyrt það, nýðingar fara til helvítis. Og ég sé fyrir mig, þú veist, bara móttakan í helvíti. Það koma niður, já, fáðu sæti þarna og eitthvað svona. Já, ok, 666. Og já, hvað er hérna? Já, akkur er þú hérna? Ég er nýðingur. Ökubarnaði dýra. Dýranýðingur. Já. Ógeðslegt, ok, já. Herðu, já, þú fer hérna inn hurð númer 1. Það tekur górilla mótið þér sem er nýðast á þér sem eftir er. Já, ætla það sé ekki sanngjarnt. Já, næsti, já. Já, og akkur þú hérna? Já, ég er líka nýðingur. Ökubarnaði dýra. Herði, þá ferði þér hérna hörð númer 2 og það tekur þú á mótið þér, risastór og gera nákvæmlega saman við þig og þú ert búin að gera. Ætla það sé ekki sanngjarnt. Já, þú, já, einn eftir, já, hvað er hérna? Já. Nýðingur, já, nýðingur. Ökubarnaði dýra? Öku! Helvítis ógeðið þitt. Ökunýðingur, já, veistu það. Það eru menn eins og þú sem gera starf mitt ógeðslegt. Ökunýðingur. Já, þú fer inn hurð númer 3. Og hvað er þar? Það kemur ljós. Nei, skurður. Ekki skurður. Og ég er ekki eins og með trefil. En ég er úr Breiðholtinu. Er ykkur úr Breiðholtinu hérna? Já. Seljakverfið. Eina alvöru hverfið. Við vorum öll hálfvita að koma. Það skiptir engu máli. Ég ég man eftir að vera úlingur í Breiðholtinu, Seljakverfinu. Það var svona nokkur hluti sem hún þurftir að gera og hafa áhuga á til að vera bara samþyktur sem úlingur í Breiðholtinu, skilurðu. Þú þurftir að vera með buxurnar, þú veist, hérna fyrir neðan rassinn, skilurðu.
þú veist, þeir eru með símbóða. Hver er á mínum aldri? Já, alltaf með símbóða, alltaf, já, með soka business í gangi. Ég var alltaf út í sjoppu að hanga með símbóða. Og eini sem að sendi skilabúð í símbóðum var mamma mín að láta mig vita að það væri matur. En ég var alltaf að business í gangi. Halda buxunum uppi. Og svo þurfti maður að vera með klamydíu. Og það bara fylgdi, skilur. Og maður þurfti að hlusta á rap. Hver er að fíla rap? Yes! Já, mikill rappari og þú veist, að hlusta á rap. Ég var ekkert rappari sjálfur, skilur. Wu-Tang Clan, þú veist, ég er bara eitthvað svona almennilegt shit. Bara mjög flott. Og svo, ok, ég er svona 17 ára, eitthvað svoleiðis. Þá kemur út lag með vinsælustu rapphljómsveit Íslands. XXX Rottweiler hundar! Yes! Já! Wow! Það er hundur í manni. Já, XXX Rottweiler hundar gef út lag sem heitir Þér ekki boðið! Hver er það ekki það? Bum, bam, 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 bum, bam, bam. Alveg glatað, en ok. Þér ekki boðið! Vá, hvað þetta hardcore. Þér ekki boðið! Ég ætla samt að koma inn. Ok. Það kemur lag og þetta lag var geggjað og þangað til ég byrja að hlusta á textan og ég er eiginlega búinn að vera vinna úr þessu síðan þá. Þetta er búinn að vera svolítið svona tráma í mínu lífi. Textin þú veist, í byrjun þá kemur band og hann þylur upp svona nöfn á ykkur sem ekki boðið. Þeir ekki boðið. Það kemur eitthvað Árni Jónsson þeir ekki boðið. Svo þegar ég heyri lagið eitthvað svona annað fyrir skipti þá svona, hann gerir þetta mjög hratt, þannig að maður heyrir ekki alveg hvað hann segir. Svo allt í einu heyri ég eitthvað, býtu, hvað heyrði ég þarna? Og hann segir, Laddi. Ég eitthvað, Laddi? Akkur er honum ekki boðið? Akkur er pabbi ekki boðið? Pabbi er bara mjög skemmtilegur í partíu. Laddi ekki boðið? Hvaða rugl er það? Ég sagði, ok, kannski heyrði ég eitthvað vitlaust. Ég eitthvað, ok. Svo hlusta á lagið aftur, Laddi, hann sagði eitthvað meira. Hvað sagði hann eftir það? Ég eitthvað, ok. Það er ekkert Spotify, þannig ég þarf að bíða aftur þá til að lagið kemur aftur í útvarpið. Herðu, hann segir, Laddi og Ladda synir. Þeir ekki boðið. Búm, bam, bam, bam. Ég eitthvað, okkur ekki boðið. Hvað gerum við? En þetta voru mjög blendna tilfinningar því ég er 17 ára gamall, þú veist, ég eitthvað, af hverju veita þeir að ég sé til? Þú veist, ég var aldrei búinn að prófa uppistanda eða neitt þannig, ég eitthvað, af hverju vita þeir, og þú veist, af hverju vita þeir að pabbi eigi syni, þú veist, af hverju okkur ekki boðið, ég eitthvað, það er svolítið cool að þeir séu að minnast á okkur, en öll þjóðin veit að okkur ekki boðið, þú veist, þetta er svona frekar svona humiliating, skilu, þetta er frekar bara vandræðalegt og svona niðurlægjandi, en okkur ekki boðið. Akkur ekki boðið. Herðu, svo bara ég eitthvað, ok, þetta er eitthvað bara fyndin textið eitthvað svona, ok, þið bara þurfa að segja eitthvað og eitthvað, Laddi og Ladda syni, það er ekki fáránlega maður. Rugl. Matur. Herðu, svo bara ég eitthvað, ok, hætti að hugsa þetta og eitthvað, en svo ákvað ég bara, ég verð að vinna úr þessu. Og bara, núna er ég með allt þetta lið á Facebook. Og ég bara, í fyrra, skrifa ég bara langan status og ég bara, nú ætla ég að vinna úr þessu áfalli og bara vinna úr þessu tráma. Og ég eitthvað bara, þarna kemur vinsælasta hljómsveit landsins og ég dýrka Rottweiler bara ykkur 17 ára rappari með klamydíu og bara geggja og svo bara eitthvað, mér er ekki boðið. Ég eitthvað, akkur var Ladda og Ladda sonum ekki boðið? Og takkað alla sem að eiga hluti í þessu og svona bara, ok. Svo að því ég kvíða haus, þá bara byrja ég að ofhugsa, hvað var ég að skrifa þetta á nú, þú veist, þeir eru eftir að lemja mig eða eitthvað, maður ekki bara, þú veist, hvað þetta skipta þér að þið ekki boðið og þið var aldrei boðið og mun aldrei vera boðið. Herðu, fyrsti maður til að kommenta, Ágúst Bent.
úr XXX Rottweiler hundum. Ég bara, þú veist, bent nálgast bara og hann bara herðu, hann skrifa bara mjög stutt hann kommentar, hann skrifar Erpur skrifaði textan. Hann bara firraði sig allri ábyrgð. Hann ekki, ok, ég las textan upp á okkur blaði en Erpur skrifaði textan. Ég ekki, já, ok. Hörðu, næsti maður til að kommenta. Erpur, Eyvindarson, Glass Roka. Ég bara, var ekki valla þora að kíkja á þetta. Svo bara, jú, ok, ég kíkja og hann sagði, textinn ekki Laddi og Ladda synir. Textinn Laddi og Landog synir. Og ég var svona, já, make a sense, þeir eru actually frægir. Þeir actually vita hvað þeir Laddi og Landog synir, auðvitað, hvað hélt ég að vera að tala um okkur, maður. Okkur boðið þegar, ég sagði það ekki, en þú veist, ég sagði það ekki. Herðu, þetta ekki búið, síðustu maður til að kommenta. Hreimur úr Landog sonum, og ég ekki að ljúga, ég get sýnt ykkur þetta. Hreimur úr Landog sonum skrifa síðasta kommentu, hann skrifaði, okkur var okkur ekki búið. Takk kærlega fyrir mig! Takk kærlega fyrir mig! Wow! Takk fyrir komuna! Takk fyrir að hlusta, takk fyrir að hlæja! Takk fyrir! Takk fyrir! Takk fyrir æðisleg, kann virkilega meta þetta, takk hérlega fyrir mig. Ég hætti að hlusta þessa músík í 8. bekk.